Þannig að ég vona að hljóðið komi bara inn og ég hef það bara hér. Ég held að ég eiginlega nema það sem þið eru að segja. Má ekki bjóða ykkur að setjast aðra sem eru á Akranesi allt land sem komast ekki hingað. Já, við erum með fólk í öllum kjördæmum og þau eru áhugasömum fyrirlesturinn. Þannig að þau báðum að fá streymi. Svo hvað best að þið séð? Hér það hérna fyrir framan bara? Eða hvað? Fólk náttúrulega hér og staðum Hæling, já. Hérna fyrir framan? Nei, myndin inn í miðri, munið þið. Myndin inn í miðri. Þú kynir myndina þegar inn í textanum. Það við textanum. Á ég að byrja? Nei, Marja byrjar. Svo tekur þú við. Það eru merktar. Ok. Það tekur við. Marja. Og hérna svo. Og eftir þessari heldur. Þannig tekur við. Þú klárar því. Já, ég segir eftir það. Já. Ok. Þá getið þið bara að byrja þegar þið eru tilbúnar. Ok. Það var verið hér svo ég sáist ekki mynd. Marja og í dag ég og Lína Óskarður fyrir hönd sendiherranna að kynna samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks fyrir ykkur. Forseti Íslands útnefndi okkur sem sjálflegir sendiherrar samningsins. Sendiherrahópurinn var boðaður á Bessastaði 28. apríl 2011 og þar fengum við bréf frá forseta Íslands að við værum sjálflegir sendiherrar samningsins. Þá vorum við búin að fara á sendiherranámskeið hjá Fjölmennt í byrjun árs 2011. Verkefnið var til þegar Landssamtökin Þroskahjálp fengum styrk frá Evrópusambandinu til þess að fólk með þroskahömlun gæti lært samninginn og kynnt hann fyrir öðrum fötluðu fólki. Tilgangur með því að mennta sendiherra eða fólk með þroskahömlun séu sjálfboðberar samningsins undir kjörorðinu ekkert okkur án okkar. Á árunum 2012 til 2016 styrkir velferðarráðuneytið verkefnið með það fyrir augum að festa það í sessi meðan unnið að innleiðingu samningsins. Við höfum gert margt á undanförnum árum. Við skrifum blaðagreinar sem birtust í Fréttablaðinu. Það voru útbúin sérstakir sendiherrabæklingar sem við afhentum á fundum. Svo höfum við verið með fjöldan allan af kynningum, eða 200
allt land. Já. Við höfum kynnt bæði á vinnustöðum, í skóla, á heimilum fólks og fleiri stöðum. Sendiherraverkefnið hefur hlotið margs konar verðlaun sem við erum auðvitað stolt af. Við höfum fengið múrbrjót Þroskahjálpar, tilnefningu til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins og hvatningarverðlaun Öryrkjabandalagsins. Í dag erum við að kynna samninginn á ýmsum stöðum. Okkur langar mikið til að kynna fyrir öllum stjórnmálaflokkum. Þið hjá Bjartri framtíð eigið hrós skilið, en þið voruð fyrstir til að svara okkur og bjóða okkur til sín. Í næstu viku förum við svo og hittum Vinstri græna. Hinir stjórnmálaflokkarnir höfðu ekki svarað þegar þetta var skrifað. Við höfum líka verið að kynna okkur nýjar greinar samningsins sem okkur langar að fjalla um. Við höfum því verið að vinna rannsóknarvinnu, taka viðtöl og skrifa blaðagreinar sem eru að birtast þessa dagana í Fréttablaðinu. Við erum líka að vinna að aðgengisverkefni sem snýst að láta opinbera persónur upplifa sjálf hversu lélegt aðgengi er í strætó og nota hjólastóla allt degi. Og þurfti þá að nota ferðaþjónustuna. Það var mjög fróðlegt og skemmtilegt. Næst langar okkur að fá Dag borgarstjóra, Dag Gjertsson borgarstjóra með okkur á flakk. Nú ætlum Ína að taka við. Það er Ína. Samningurinn loksins árið 2007 skrifuðu íslensk stjórnvöld undir samninginn. Svo var loksins samþykkt að lögleiða hann í gær. Samningurinn fjallar ekki sérstök réttindi fyrir fatlað fólk eða forréttindi. Samningurinn fjallar hvað þarf að gera til að mannréttindi fatlaðs fólks séu tryggð. Hvað eru mannréttindi? Hvað segir þið? Já, það stótti spurt. Réttur sem allir hafa.
Mannréttindi eru réttindi sem við höfum vegna þess að við erum manneskjur. Allir eiga að hafa jöfn mannréttindi alls staðar og alltaf óháð þjóðerni, aldrei kynþætti, trú, fötlun og skoðunum. Það sem eru kannski mikilvægastu mannréttindi eru frelsi, öryggi, virðing og jafnræði, sem sagt þá að við séum öll jöfn. En það má líka nefna réttinn til að fá vernd gegn ofbeldi, réttinn til heilbrigðisþjónustu, réttinn til að taka þátt í samfélaginu og margt fleira. Í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks eru nefnd 50 atriði sem eru mannréttindi fatlaðs fólks. Nú ætlum við að sýna ykkur stutta mynd sem það grein af samningi sem við völdum í upphafi. Ég er Ingveldur Svardóttir og ég sendi það. Aftur grein, viðingavaktin. Það er bæðast gegn fordómum. Sýna hvers fær og dúleg við erum, hafa bara virðingu fyrir okkar. Ég heiti Sólveig og ég er sendera. Níunda grein aðgengi. Við getum lifað sjálfstæðu lífi. Það á fjarlægja allt sem hindrar aðgengi. Breyta byggingum og setja upp leiðbeiningar sem allir skilja. Brotadag. 12. grein. Eða sömu rétt og svo aðrir, réttindi aðrir. Við höfum sama rétt samkvæmt lögum Vegum og hvað ásins sem við þurfum. Til að gera það sem við viljum. Bara það sem við getum ekki gert sjálf. Sautjánda grein. Friðhelgi einstaklinginn, hafa bara virðingu fyrir okkur, hafa bara virðingu fyrir fötlun okkar, samkvæmt sig líkamlega eða andlega. Titi? Ég öllete það. Niin tee. Lalla lífi. Að lifa sjálfstæðu lífi. Á duna í valega. Án aðgreiningar í samfélaginu. Já. Valið. Við getum valið Amma. og hafnað eins og við viljum. Þá. Við eigum að ráða sjálf hvernig við búum, Þá. hvar við búum og með hverjum. Við eigum að fá þá þjónustu Nú. sem við þurfum til þess að lifa því lífi sem við viljum. Við viljum. Já. Ég heiti Þórður og sendiherra. Við eigum sama rétt á einkalíf og aðrir. Við höfum ólíka þarfir
Það þarf að passa upp á að einangrast ekki frá samfélaginu. Þetta grein fyrir mál. Við eigum að ferðast eins og við ákveðum sjálf, þegar við viljum og eins mikið og við þurfum. Við eigum að geta fengið hjálpartæki og aðstoða fólk ódýrt og auðveldlega. Ég heiti María og sendiherra. 23. grein. Virðing fyrir heimili og fjölskyldu. Við getum gifst og eignast börn. Við eigum að fá fræðslu og stuðning. Við eigum tryggan rétt forræði, fjárhald og ættleiðingar barna okkar. Fötluð börn eiga rétt á að alast upp hjá fjölskyldum sínum í fjölskylduaðstæðum. Ég heiti Skúlstínar og ég sendiherra. Tuttugasta og fjórða grein menntun. Við höfum jafnan rétt á menntunar, á mismunar á öllu skólastigum. Símenntun, starfsþjálfun, fullorðinsfræðslu. Við getum náð árangri í námi til þess að geta takið þátt í samfélaginu. Kenna á þekkingu, á fötluðum og námsstörfum. Ég heiti Ína og er sendiherra. Sjöunda grein vinna og starf. Við eigum sannan rétt á atvinnu og launum og jafnt og aðrir. Við eigum að geta unnið út á almennu vinnumarkaði, á vinnustað að vera, engin mismunun vegna fötlunar, sanngjarnt vinnuumhverfi, sömu laun og sömu vinnu, öruggt umhverfi, engin áreitni, starfshæfing, tækifæri til starfsframa. Samningurinn fullur af alls konar fleiri mikilvægum atriðum eins og það mikilvægt að breyta viðhorfum til fatlaðs fólks. Það mikilvægt að berjast gegn fordómum. Það mikilvægt að vekja athygli á færni og dugnað fatlaðs fólks. Það mikilvægt að hvetja fjölmiðla til að fjalla fatlað fólk með virðingu og jákvæðan hátt. Það mikilvægt að tryggja að heilbrigðisþjónustan sé góð og aðgengileg fyrir alla. Það mikilvægt að tryggja það að fatlað fólk fái þjónustu sem ýtir undir sjálfstæði, heilbrigði, félagsfærni og þátttöku í samfélaginu á öllum sviðum. Nú tekur María við. Ég heiti María, ég er 45 ára. Ég ætla að segja ykkur frá mínu lífi. Ég bý með 13 ára komnum fyrir mínum í 100 fermetra íbúð sem var að þroska hjálpar. Ég útskrifaðist úr diplómnámi fyrir fólk með þroskahömlun árið 2013. Lokaverkefnið mitt í náminu var að koma á fót fyrirtæki Fatlaðshússins Gæs. Lokaverkefnið mitt, ég hef tekið þátt í félagsmálum málefni fatlaðs fólks í yfir 20 ár.
Ég var formaður átaks félag fólks með þroskahömlun og hef starfað í nefndum. Ég hef setið í stjórn Þroskahjálpar. Hef unnið sem aðstoðarmaður formanns Þroskahjálpar. Undanfarin 13 ár hef ég starfað á þjónustumiðstöð með félögum. Ég hef áhuga á handriðum, er búinn að vera í sendiherraverkefninu frá byrjun. Mitt sérsvið innan samningsins er 23. grein sem fjallar virðingu fyrir heimilis- og fjölskyldulífi. Tuttugasta og þriðju grein samningsins fjallar virðingu fyrir heimilis- og fjölskyldulífi fatlaðs fólks. Einnig kemur þar fram að fatlað fólk eigi sama rétt og annað fólk til að halda frjósemi sinni, giftast og stofna fjölskyldu. Hér árum áður var komið í veg fyrir að konur með þroskahömlun eignuðust börn með því að þær voru gerðar ófrjóar án vitundar og vilja þeirra sjálfra. Þar með voru brotin á þeim þau mannréttindi sem fela í sér að ráða yfir sínum líkama, sem það persónulegasta sem maður á. Því miður eru enn brotin á þessum mannréttindum þar sem margt bendir til þess að konur séu enn þann dag í dag sendar í ófrjósemisaðgerðir án þess að fá nægjanlegar upplýsingar hvaða afleiðingar þær hafa. Sjá ég son sem 13 á 14. ári. Hann sú besta gjöf sem ég hef eignast. Það var ekkert sjálfgefið fyrir mig að eignast barn frekar en marga í minni stöðu sem vildu að ég léti eyða fóstrinu. En þeir sem voru búnir að þekkja mig í mörg ár höfðu fulla trú á mér í móðurhlutverkinu. Það hefur komið berlega í ljós að enginn sérstakur stuðningur er fyrir hendi fyrir fjölskyldur eins og mína. Aðeins er stuðst við lög sem gera félagsþjónustunni sveitarfélaginu skylt að veita fólki sem á við félagslega erfiðleika eða fötlun aðstoð. Þar má nefna liðveislu, stuðningsfjölskyldu, tilsjón og svo framvegis. Þetta er ekki sú þjónusta sem í rauninni hentar fyrir foreldra sem eru með þroskafrávik. Það þarf annars konar þjónustu. Það þarf að vera mjög auðskilið hvert er markmiðið með þjónustunni. Ég hef verið í góðu samstarfi við kerfið, en það hefur verið erfitt að koma nákvæmlega
nákvæmlega til móts við fjölskylduna, til dæmis koma erfið tímabil. Ég tel mikilvægt að það séu haldnir samráðsfundir með reglulegu millibili, auk þess sem við fáum notendastýrða persónulega aðstoð til að læra af. Nú sé ég sjálf að ráða starfsfólk inn á mitt heimili og með því vona ég að þjónustan verði betri, okkur fjölskyldunni til heilla. Vandinn að við höfum skilgreint að einhverjir foreldrar séu félagsleg hindrun samfélagsins og þannig höfum við verið tekið málum þeirra. Það sem stundum gleymist að þær hindranir væru ekki til staðar ef við fengjum viðeigandi stuðning á hverjum tíma hvað líf okkar varðar. Það aðalatriðið að við gleymum ekki að hindranirnar koma frá umhverfinu sem við búum í og þeirri staðalímynd sem samfélagið okkar byggir á. Ég hef miklar áhyggjur af þeirri skerðingu á þjónustu sem fatlað fólk að verða fyrir. Lítill sparnaður oft í kerfinu getur leitt til verri líðan hjá fötluðum borgurum. Stjórnvöld verða að hafa þetta í huga og bæta fjármagni í þjónustuna. Það líka mikilvægt að fatlað fólk standi saman og láti sér heyra og verði það fyrir misrétti. Takk fyrir. Ég heiti Ína Ólöf Hálsdóttir, ég er 50 ára, ég er gift og bý í eigin íbúð. Ég á 2 stúdentdætur. Ég er útskrifuð úr Háskóla Íslands síðasta sumar. Ég var fyrsti formaður átaks sem er félagsfólkum verkefni. Ég stundaði mikið íþróttir, sund og boxja og hef keypt erlendis í sundi á síðasta. Fyrir rúmum 2 árum byrjaði ég að þjálfa börn í sundi hjá Öspinni. Í dag er ég nýkomin atvinnu hjá frístundaheimilinu. Hún gerði vitleysu þarna, ég er að vinna með það, hvað heitir staðið aftur? Öskir í Samherjunni. En hún skrifaði hérna gulurlið í Klettaskóla, vendilega henni. Draumastarfið mitt er að vinna með börnum og helst á leikskóla. Ég hef verið með í sendiherraverkefninu frá upphafi. Mitt sérsvið innan samningsins hafi verið atvinnumálin, en nú er ég líka búin að bæta við 29. greinina sem fjallar stjórnmálaþátttöku. Ekki fyrir löngu fyrir mörgum árum var lítill sem engin stuðningur fyrir fatlað fólk á vinnumarkaðinum. Oft voru notuð sem okkur finnst niðrandi þennan hóp eins og fávitar og aumingjar. Eftir atvinnustuðningi var stofnað þá breyttist margt.
Eitt af mikilvægasta í AMS eftirfylgdin. Eftir að búið að ráða í starfið, eftirfylgdin oft mikil í upphafi og minnkar síðan eftir því hve fljótt einstaklingurinn lærir starfið. Ég hef sjálf þurft að nota þessa þjónustu en hef líka sótt vinnu sjálf. Ég vann hjá Nóa Sirius í 14 ár og líka það bara frábærlega. Ég fór síðan að vinna hjá Póstinum og vann einnig í Öskjuhlíðarskóla sem stuðningsfulltrúi í lengri viðveru. Þar var ég mjög ánægð. Mikil vonbrigði þegar rík her tóku við í gæslunni, í lengri viðverunni, þá var mér einnig sagt upp. Í dag ég komin aftur þangað sem ég átkar mest að fá vinnu hjá leikskóla, en það hefur ekki gengið. Í samningnum segir að fatlað fólk eigi rétt á atvinnu, launum eins og aðrir. Það ekki mikilvægt að það séu jöfn tækifæri og sömu laun fyrir sömu vinnu. Það líka lög sem banna mismunun vegna fötlunar. Fatlað fólk þarf vernd gegn áreiti og vinnustöðum. Það mjög mikilvægt. Ég hef áhuga á stjórnmálum. Ég var formaður átaks félagafólks með þroskahömlun. Við hef tekið þátt í hagsmunabaráttu. Núna ég að bíða eftir blaðagrein sem ég skrifaði stjórnmálaþátttöku fólks með þroskahömlun birtist í Fréttablaðinu. Ég tók viðtal við Guðmund Steingrímsson og Dag B. Eggertsson bankastjóra. Fólk með þroskahömlun hefur ekki verið sýnilegt í stjórnmálum og mér finnst áhugavert að athuga hvort það hafi aðgang á stjórnmálum. En hvað segir samningurinn stjórnmálaþátttöku? Í 29. grein segir að fatlað fólk eigi rétt á stjórnmálaþátttöku. Það líka margt annað sem þarf að passa upp á, eins og að hafa kosningar aðgengilegar fyrir alla og hafa allar upplýsingar á auðskildu máli. Þannig þarf að passa að til dæmis kosningaseðlar séu aðgengilegir fyrir alla. Fatlað fólk á rétt á því að fá kjósa með leynilegum hætti eftir sínu vilja og fá sjálft að velja sér aðstoðarmann. En hvað ætli það sé sem hindrar stjórnmálaþátttöku fólk með þroskahömlun? Það þarf klárlega að gera stjórnmálaumhverfið aðgengilegra og auðskiljanlegra fyrir alla. Alþingishúsið þarf líka að vera aðgengilegra. Það ekki boðlegt að fólk komist það ekki inn eða geti talað frá pontu. Það þarf að breyta viðhorfum til fólks með þroskahömlun og vekja athygli á því að rödd okkar sé mikilvæg, að við getum gert mikið gagn. Fólk með þroskahömlun þarf líka að vera óhrætt við að láta rödd sína heyrast og sækjast eftir því að taka þátt í stjórnmálum. Ég bjartsýn Ég held að samningur samningsþjóðanna geti breytt miklu ef allir fara eftir honum. Ég vona að allir fatlað fólk geti fengið vinnu með eða án stuðnings hafið eitthvað val. Hvar þau vinna og meiri fjölbreytileika í atvinnutækifærum. Ég vona innan 10 ára eigi fólk með þroskahömlun eftir að sitja á þingi með aðstoð ef þess þarf taka virkar þátt í stjórnmálum. Af hverju mikilvægt að sendiherrarnir haldi starfi sínu áfram? Okkur finnst mikilvægt að ræða
ræða það aðeins hversu mikilvægt sendiherraverkefnin í raun og veru. Það ekki bara mikilvægt fyrir okkur, heldur fyrir samfélagið. Sendiherraverkefnið styrkt frá velferðarráðuneytinu út þetta ár og við vitum ekki hvað verður eftir það. Við viljum halda áfram þessu starfi og fræða og ræða samninginn við alls konar fólk. Það mikilvægt að fatlað fólk og allt fólkið í landinu viti hvað samningurinn snýst og hvað rétt fatlað fólk á. Það líka mikilvægt að við séum sérfræðingar í samninginum en ekki bara ófatlaðir sérfræðingar í ráðuneytinu. Við viljum svo lokum hvetja ykkur öll til góðra verka. Við hvetjum ykkur til að hlusta á eftir fólks með húsgömlu. Við hvetjum ykkur líka til að bæði tala og skrifa á skildu máli. Við hvetjum ykkur til að virða okkur og mannréttindi okkar og umfram munið eftir okkur líka því við erum mikilvæg. Hér eru svo mál sem mikilvæg fyrir okkur og við viljum vinna ykkur á. Það þarf að auka fjármagn til málaflokks fatlaðs fólks og hækka bæturnar. Það þarf að lögleiða NPA, notendastýrða persónulega aðstoð. Það þarf að breyta kerfinu í kringum lyfjaniðurgreiðslur. Það þarf að minnka biðlista á geðdeildir og það þarf að lækka matarvöruverð. Það þarf að auka atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun. Það þarf að fara af stað með vitundavakning dugnað og hæfileika fatlaðs fólks. Fjármagna sendiherraverkefni svo það hafi örugga framtíð. Það væri áhugavert að kynna samninginn erlendis og kynna sambærilegum verkefnum annars staðar. Það þarf að vera mikið meira samtal á milli stjórnmálamanna og fatlaðs fólks, sýnum samstöðu. Takk fyrir okkur. Eru þið einhverjar spurningar? Þessi spurningum á saman tíma orðlaus, þetta var vel gert hjá okkur. Við hefum hitt ykkur áður en þið voru gaman að bæta við og bæta í kynninguna sem ég hitt ykkur síðast og þarna, mér fannst virkilega snerta mig að þið leyfðuð okkur að heyra eins ykkar líf, svona persónulega, því það oft það sem maður þarf að heyra. Og þarna, en já, ég var að hugsa fyrsta lagi, hver nákvæmlega hefur verið að styrkja ykkur? Bara svo, að ég var ekki alveg inn á því. Velferðarráðuneytið, ok, þannig að það þetta. Skrifa niður og reyna að komast að því hvernig það verður. Ok, en bara þarna, þetta með atvinnuþátttöku hef ég verið mjög spennt fyrir og mér mjög hugleikið og ég hef miklar áhyggjur af ungmennum, fötluðum sérstaklega þegar þau verða tvítug að þá oft bara lítið sem tekur við. Það eru lítil atvinnutækifæri, staðirnir sem við erum að bjóða upp á eru meira með svo mikla biðlista. Þannig að þetta hefur verið mjög hugleikið og ég allavega veit það að ég mun vilja ræða við mína félaga þessi mál þegar við erum að fara yfir þessi mál. Og eins hefur mér líka þótt stundum framhaldsskólarnir kannski, það bara allt ákveðið fyrir fólk sem með fötlun á meðan hin ungmennin hafa meira val. Þannig að þetta svona, svo bregðist þið kannski bara við og eftir en þarna, mér finnst aðalega
mér langar bara að láta okkur vita því að okkur langar mikið að ræða þessi mál, að auka atvinnutækifæri. Það þarf ekki bara að hugsa atvinnumálin fyrir prófskrafta á vernduðu umhverfi. Einmitt. Það er líka hugsað á almennu umhverfi og það hafi stuðning. Kannski það þurfa sömu stuðning bara alveg með sér allt. Já. Og stuðning í atvinnulífinu. Þegar við höfum, eins og í Reykjavíkurborg, þar sem ég er núna, þá höfum við verið að rekast einmitt á að það eru staðir sem vilja gjarnan fá fólk en það er oft talað um þennan stuðning. Og stundum eins og fólk sé eitthvað hrætt við að taka skrefið, þannig að við þurfum algjörlega að vinna í þessu og til hamingju með. Ég hef unnið í Öskju og Guluhlíð, þannig að skemmtilegsta starfið. Ég var einmitt að vinna í lengri lögurinu í Öskjuhlíðarskóla hérna frá 2001-2003. Það var breytt. Það var svolítið breytt og ég var alltaf að reyna að hafa samband við sem var yfirfarnar niður í hinu húsinu þá. En bara frábært að hjá. Það er breytt aftur. Þið breytt aftur og það er skóla- og frístundaráð Reykjavíkur sem er með þetta sinni könnu. Það var maður sem var að vinna við þetta þá og ég fór hana til að reyna að fá fram á. Þegar ég var formaður í átaki þegar þetta var og ég fór með kynningu hann, hann vissi ekkert að ég var að koma þannig upp með kynningu mér í Hitthúsi. Og ég sá hann og ég lagði bara á hann fyrir ég í markinu að reyna að senda þetta tölvupóst og hringja í þau, það er alltaf sagt sett eitthvað þar erlendis eða út á landi. Og svo ég hringdi á hann, þá var sagt að þú varir á Akureyri. Hvar ertu núna? Því ég vissi ég var að fara þarna niður til. Nú var ég bara að hringja bara í ganni, hvort hann var í þarna. Þá var sagt að það var líkfarinn til Akureyri. Fyrsti maður sem ég rakst á því ég kom inn, það var þessi maður. Þetta er bara maður, fyrir ekki orðabræði, þetta er maður sem ekki var að vinna með fötluðum. Þetta er mjög vandræðalegt. Veistu hvað hann sagði um mig? Við erum ekki að leita starffólki sem eru með einhverja þroskahömlun eða einhverja skerðingu til þess að vinna með öðrum fólki. Það er fyrirgerður. Ég er búin að vera að vinna í Öskjuhlíðarskóla í síðustu 3 ár. Og bara halló. Talaði þá bara við skólasögum sem er það núna. Og hann var líka skólasögum sem ég var núna þegar. Og svo sjósvegar hann bara að dröpa okkur kjaftin. Bannar svona fólk. Þetta er maður sem betur hættur þetta. Það er gott. Já, það er gott. Taka bolta. Já, það er alltaf spurning hvernig hægt er auðvitað í lögunum þá að tryggja réttindi og það skiptir auðvitað mjög miklu máli og þess skiptir svo miklu máli að innleiða og lögfesta sáttmálann Og svo auðvitað svo mikilvæg verkefni líka að hreinlega bara að kenna fólki að svona framkoma sé ekki í lagi, Og það kemur, þú varst að tala líka um það, fræðsluna og upplýsinguna. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þetta skiptir svo miklu máli, Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég lendi í þessu að leita mér að vinna. Ég bjó á kennsluðinu. En hvernig er með stuðningin fyrir fólki í atvinnu? Er einhver sem heldur utan það verkefni? Það er bara alltaf báður. Það er bara alltaf báður. Þannig ég sótti sjálf núna þessa vinnu sem ég er í núna. Ég fór bara í viðtal á föstudaginn og þetta alltaf bara núna. Annars hefur þið þurft að vera bíða? Bíðan fara tvisvar á 2 mánuðum. Ætlaði að breyta til. Já. Og gengur illa? Þessu að hringja í haust eða eitthvað að hringja út. Hvað langaði þið að fara að gera, ef ég má spyrja? Það var ekki alveg ég er svona bara einhverju breyting. Já, breyting til. Mér langaði líka að spyrja þig, María, af því að þú varst að tala stuðninginn við fjölskyldulífið. Og þú talaðir að það þyrfti betri stuðning. Eða hvað það var að segja, hvernig var það að orða, að stuðningurinn hentaði ekki sem að væri í boði? Já, mér finnst að
ansi lítill stuðningur sem fólki boðið, sko. Já. Það að segja kannski þannig og hann heldur ekki kannski sem að ég var tilfinningin. Hann ekki svona ákveðinn með fólkinu hvernig, hvað markmið með stuðning. Og láta stuðningurinn á heimili. Sko, við erum ofsalega hrifin hérna af NPA, sko, þessari hugsun notendastýrða aðstoð, sko. Og ertu að hugsa meira í þá áttina eða? Já. Það er mikilvægt verkefni. Palli hefur verið mikið að ýta á það. Já, þetta er svona í samvinnu við Freyju sem náttúrulega hefur verið bara þingmaður fyrir okkur, sko. Það er bara að ýta á að þetta verði löglegt og þetta verði bara svona möguleiki sem öllum stöndum boða. Það er náttúrulega bara margsýnað að þetta er ekki dýrara úrræði heldur en sambýli, sko. En að komast gegnum kerfi getur verið mjög erfitt og við hefum séð það. Bara eins og í gær að við höfum fullgilda samningin loks eftir 9 ár. Það er dálítið mikill tími. Af því að það eru að koma kosningar. Og svo er þetta líka, já. Og ég skil ekki Hvað segir þú? Hrópar bara. Já. Við hrópum það. Það er svo önnur góð umræða. Já, það er alveg mjög góð umræða. Já, við erum nefnilega svo lánsum að Steinunn líka heldur okkur dálítið við efnið, minnir okkur á að því að við vorum til dæmis í vinnuhelgi daginn í Skálholti og þá er hún mjög dugleg að minna okkur á að kannski stundum erum við óskýr hvað við erum að segja. Þannig að okkur finnst mikilvægt að við erum mjög heppin að hafa svona sérfræðing sem að pikkar í okkur og svo er þetta bara hefur hún svo margt að segja og er okkar baráttu kona. Þannig að hvað vilt þú segja við sendir hérna? Bara, sko, mér finnst mikilvægt að við stöndum vörð okkar hagsmuni líka. Þannig að við séum ekki ein í einhverju baráttu við eitthvað sem ekki hægt að gera. Við verðum að vera duglegri að tala við fólki sem kannski á þingi og segja, heyrðu, getum við ekki bara tala fyrir ykkur annars að þið séu eitthvað að tala okkar mál þannig að þið veitir kannski betur hvað við erum að meina með því frekar en þingið kannski, þið veitir hvað það meina. Saman í því að gera hlutina rétt. Ég held að þið séu bara ótrúlega mikilvæg fyrir mig og þið geta alltaf leitað að mér ef það er eitthvað. Ég er ekki bara út málið þannig. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref, bara setjast við og tala saman. Já. Það var svolítið fyndið af því að í gær þegar á Alþingi þá vorum við alls saman. Við vorum að funda og undirbúa daginn í dag og þau voru að skrifa bréf líka vegna Kópavogsmálsins. Þá var það að vera löglega en ekki. Ég var svo heppinn ég heyrði hann ekki Þóriðu í síma. Rétt þegar þetta var að gerast, þannig að það var svo gaman. En það skiptir svo miklu máli, þetta samtal, og það sé ekki allir í sitthvora horninu. Og líka svo mikilvægt fyrir okkur. Ég er alveg viss um það að bara það að Freyja skyldi hafa verið með okkur og skyldi hafa verið alltaf að minna okkur á og tala við okkur og svona, hafi haldið okkur meira við efnið af þinginu, heldur en ef það hefði verið lengra á milli okkar. Bara af því að við vorum alltaf að tala saman, þá einhvern veginn, þá minnti hún okkur alltaf á að það var oflátt þegar það kom svar við einhverju fyrirspurn eða hvað það var. Já, hún svona kveikti alveg í okkur hvað þetta varðar og hvað sjálf mig varðar þá hef ég verið mjög duglegur að sækja svona ráðstefnur hjá Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp og fleiri stöðum, þannig að maður er svona átta sig alveg á því hvaða barátta hefur verið átt sér stað og hvað þið þurfum að ganga oft í gegnum, sko. Og það er rosalega mikilvægt að geta sett sig í þessi spor. Og eins og í gær, þetta var fullgilt í gær að eins og þið kannski vitið og setti ég fram breytingartillögum að valkvæða bókunir líka og það var bara allt vitlaust í rauninni. Því að það kom svo mikil tilringur í allt kerfið vegna þess að það var bara ekkert búið að vera undirbúið það. Það var ekki einu sinni búin að kíkja á, þeir eru ekki búin að kíkja á það í 9 ár. Þessa valfrjálsu bókun sem er gríðarlega mikilvæg upp á réttarstöðu fatlaðs fólks að gera. Og
það bara kom í ljós og ég fekk bara staðfest af ráðuneytismönnum og hann sagði bara beint við mig og félagsmálaráðherra að þetta hefði ekki verið gert. Það var ekki búið að vinna neitt í þessu. Ég sem var með þessari hinni breytingartillögunni að þetta yrði lögfest, eða sko fullgilt, það er ekki búið að lögfesta það á næsta ári. Þannig að það er bara alveg pottþétt að það verið gert. Og þetta var líka frábær dagur í gær þegar átak áttu í Danmörku. Nákvæmlega. Það hitti mjög Vá. vel. Það hittist mjög Já, vel. já, Það ég- var frábært. Til hamingju með það. Það var einmitt nefnt í ræðustól. Það kom fram. Það var bara frábær afmælisgjöf fyrir okkar átak. Já, og frábærlega. Þetta var bara frábær afmælisgjöf fyrir alla þjóðir held ég. Já. En mætti ég... Já. Ég ætlaði bara að bæta við að þó svo að við Palli séum inn á þingi, þá er það náttúrulega bara ein rödd og við höfum röddina inn á þingi. Það er svo rosalega dýrmætt að ykkar rödd heyrist beint. Já. Og það sé ekki bara einhverjir kallar, eitthvað fólk eins og við sem segjum já, við höfum heyrt eða einhver sagði. Þannig að það heyrist beint í röddinni og þess vegna, það er svo mikil. Sendiherraverkefnið er mjög gott dæmi. Sjónvarpsþættirnir ykkar Með okkur og já, með okkar og greinarnar sem við erum að skrifa og svona. Þetta skiptir rosa máli að það sé heyrist í ykkur beint. Það bara er öðruvísi. Ég bara nefna varðandi örorkubæturnar og það er ekkert hækkað. Manni finnst þetta bara að hafa ekkert hækkað í mörg ára. Það er bara alltaf að skamma sig fyrir það. Það er bara Þau voru eitthvað búin að lofa því að hækka eitthvað vissa hluta eitthvað í næstu 3 árin eitthvað, ég man ekki hvað það var. Það var ekki hægt að hafa þetta á sama tíma alltaf og laun hækka. Og eins og þú bentir á, og matur hækkar og allt. Allur kostnaður. Það sé ekki hægt að búa til lagaákvæði það. Pottubroti sem þarf að laga bara. Og þetta tekur ofslega tíma, þetta kerfi er svo ofboðslega þungt í vöfum oft. Og það er líka þannig að mér finnst einhvern veginn þannig að viðhorfi gagnvart fötluðu fólki og þessum samningum og þetta kostar peninga. Og það liggur alltaf undirliggjandi að þetta er svo dýrt. En mannréttindi það er nú bara eins og þannig að þau kosta sko. Og ef við viljum vera með siður þjóð þá bara gerum við þetta öll saman. Burtséð frá hvernig stöðu við erum. Við erum bara hljöfn. En það er oft þeir sem að hafa hæst og kvarta mest sko yfir því að þeir þurfum meiri peninga þegar á peningana fyrst. Eina gjöf? Já, mátti eiginlega ekki alveg fast. Ekki fara! Býtu aðeins. Býtu. Já, hún er ekki alveg fara. Já, ok. Það er bílinn, já, ég þekki mig, maður. Hún hlöfum bara. Það er bara bíða. Svartur. Já, af því að okkur langaði nefnilega að gefa ykkur smá... Langaði nefnilega sko að gefa ykkur smá þakklæti sko frá Bjartri framtíð fyrir ykkar framlag. Því að samningurinn hefði aldrei verið fullgiltur nema fyrir ykkar vinnu og allt það sem þið hafið lagt á okkur. Þannig að við ákváðum að kaupa við viljum gefa ykkur origami, það er í logoinu ykkar og eins og þið kannski vitið að þá táknar hann drauma sem að eiga rætast og nú er ykkar draumur búinn að rætast og svo á næsta ári að þá er hann kominn og sá næsti draumur og svo getið þið líka sett áhyggjur ykkar til origami-kursins og hann flýgur með þær upp í háaloftin. Æ, gef mér líka svo. Það er Mér vantar svona fugl. svo smá súkkulaði, þegar maður þarf alltaf smá súkkulaði. Áhyggjurnar. Er þetta ekki smá?
Smá fótó. Ég var með. Steinir, er þú ekki að vera? Það bara síst. Flottar óperur. Síst verður þessi. Og María þarf að þjóta því sem er fyrir utan. Takk kærlega, María. Það var ekki að vera með úlíki, þannig að maður getur auðvitað að vera með úlíka. Ég sá ekki með vinda til það. Þá, ef ekki þá bara segja þessu formlega lokið og kveðja fólki á streyminu. Bara takk fyrir að fylgjast með og við sjáumst bara næst á streyminu.